Já, komið sæl og velkomin hingað að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér hún Rannveig Traustadóttir. Emeritus við Háskóla Íslands í fötlunarfræðum. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Ég rak augun í svolítið skemmtilegt verkefni og var bent að tala við þig varðandi myndlist og þess samofið svona fötlunarfræðin og myndlistin uppskera. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu? Já, ég bara segi frá því með mikilli ánægju. Þannig að fötlunarfræði sem mjög ung fræðigrein við Háskóla Íslands og ég get útskýrt hvers konar fræðigrein það bara á eftir að fólk hefur áhuga á. En við eigum 20 ára afmæli þessar mundir og við höfum unnið mjög náið með grasrótinni, með samtöngum fatlaðs fólks, með fötluðu listafólki og öðru fötluðu fólki sem á vettvangi og okkur langaði til að halda upp á þetta 20 ára afmæli með því að efna til fræða, lista og menningarhátíðar þar sem að við komum saman mjög stór hópur og gerum sýnilegt þetta framlag sem að fatlað fólk hefur til íslensk samfélags, menningar og lista og mjög ósýnilegt fyrir flesta en alveg óskaplega lifandi og skemmtileg partur af íslensku samfélagi og gleðilegur og okkur langaði líka til að gera eitthvað virkilega gleðilegt, eitthvað ánægilegt og eitthvað skemmtilegt sérstaklega af því að það oft talsverður þungi yfir þessum málaflokki og neikvæð umræða að fatlað fólk þetta sé svo dýrt og þannig að okkur langaði til að birta aðra mynd opinberlega sem að sýnir aðra ímynd heldur en fólk sem eitthvað bara þiggjendur á bótum og eitthvað svona sem að alls ekki það sem að við sem að erum í þessum heimi sem að svona ósýnilegur öðrum við upplifum bara baráttu og gleði og aktivitet og mikla, það mjög mikil listsköpun og mikið skapandi fólki sem að leggur margt til af mörkum til samfélagsins sem að ósýnilegt. Þannig að okkur langaði til að bara birta þessa mynd í gegnum þessa menningarhátíð. Og menningarhátíðin stendur frá 8. febrúar til 8. mars og það eru hátt í 20 viðburðir af öllum mögulegu tagi. Já, geturðu sagt okkur svona stikla á stóru? Það eru 2 stóri viðburðir sem að svona lykilviðburð. Það annars verið afmælismálþing í Háskóla Íslands 21. febrúar milli 1 og 3 og það ekki svona hefðbundi fræðilegt málþing heldur þetta með listrænu ívafi þar sem að vera gjörningar, fræðilegir gjörningar og listræni gjörningar. Rektor Háskóla Íslands ávarpar þetta og svo verða svona fræðileg erindi sem að þarna líka stuttfræðileg erindi og þetta verður svona og þarna verður sungið á táknmáli og þetta verður svona óvinnilegt og skemmtilegt fræðilegt málþing með listrænu ívafi og svo verður risastór afmælisgagga á eftir. Já, æðislegt. Þá mæti ég. Og hinn stóri viðburðin sem reyndar stærsti viðburðin okkar sem daginn eftir, laugardaginn 20. og 2. febrúar, hann í Hörpunni í samstarfi við Hörpuna. Okkar samstarfsaðilar Háskóli Íslands og Harpan. Þannig að í Hörpunni verður mjög stór svona menningarhátíð þetta kvöld. Þar opnum við klukkan 5:30, klukkan 5:30 og þá verður opnun á myndlistarsýningu sem að verður í rými fyrir utan Silfurberg sem heitir Eyri og þarna út í enda upp á annarri hæð og ægilega fallegt rými sem snýr út að sjónum og þar opnar myndlistarsýning sem eru skúlptúrar sem voru sérstaklega gerðir fyrir þetta tilefni af fólki, fötluðu listafólki sem starfar hjá listvinnslunni.
Og síðan kemur þarna okkar mennta háskóla og menningaráðherra og ávarpar hérna þessa opnunarhátíð og síðan eftir þessa opnun þarna verða létta veitingar og hugguleg samvera fyrir framan Silfurberg og síðan förum við inn í Silfurberg klukkan 8 og þar verður alveg brjálæðislega flott sviðslistasýning til klukkan 10. Vá, þetta hljómar eins og ég bara alveg stór hátíð. Þetta mikil hátíð og þarna verða sýnt bæði ný verk og líka brot úr fyrrverkum, svona verðlaunasýningum og þetta aðal áherslan á fatlað listafólk. Þannig að þarna brot úr Fúsa sem er búið að fá fleiri en verðlaun og alveg yndislegt verk. Ég bara eitt af þeim toppverkum sem ég bara séð ævina. Já, æðislegt. Og Taktu flugi baby og duettar og fleiri sýningar sem verða þarna og síðan verður þarna líka frumsýnt tónlistamindband sem alveg geggjað sko. Ég vil helst ekki segja frá því hvað í því. Það þarf að halda einhverju spennu. Já, þannig en fólk getur sko átt vona svona óvæntu sjónarhorni í gegnum þetta myndband. Þannig að, já, og svo líka úr verkinu Eden, Svartar fjaðrir, það verður hana bara brota því besta, þetta verður glæsilegt og skemmtilegt. En því þú myndist hérna á fötlunarfræðina, hvað eru fötlunarfræði? Og hvernig er það frábrugðið eins og bara þroskaþjálfarafræði eða snýst þetta meira menningu og þá ekki líkamannum og því sem líkaminn getur og ekki eða hvernig, hver svona meginmunurinn? Já, meginmunurinn til dæmis á fötlunarfræði og þroskaþjálfarafræði sá að þroskaþjálfarafræði þau mennta fólk til starfa. Þetta fagmenntun sem sko lögvarinn sem fagstétt. Ég þroskaþjálfi í grunninn fyrir svona cirka 300 árum. Útskrifaðist ég og vann lengi með fötluðu fólki á vettvangi áður en ég fór í mitt fræðilega nám og doktorsnám á endanum. Já, þroskaþjálfafræði ákaflega hagnýtt og gott nám fyrir fólk sem vil starfa með fötluðu fólki. Já. Og þannig að þetta svona fagstétt sem menntuð á menntavísindasviði Háskóla Íslands og þar, já. En fötlunarfræðin sko fræðileg og fræðileg nálgun sem snýr meira að því að kryfja svona fræðilegan grundvöll bara fræða að þróa fræða fatlað fólk, aðstæður fatlaðs fólks, hvernig hefur saga fatlaðs fólks verið í gegnum tíðina, að stunda rannsóknir sem að snúa að aðgengismálum, að sjálfskilningi, að bara öllu mögulegu og fötlunarfræðin á þeim meiði fræða sem eru núna ný grein, það eru svona nýjar greinar sem hafa sprottið upp á síðustu áratugum og snúa að þeim hópum sem að hinga til hafa ekki átti heima í háskólafræðanum. Þetta eru til dæmis kynjafræði sem nú best þekkt hér á landi. Þetta eru þverfagleg fræði sem að snúa að því að rýna í stöðu og aðstæður þeirra hópa sem hafa verið félagslega útskúfaðir, jaðarsettir eða eru valdalausir eða valdaminni en meginstraumurinn og þetta svona rannsókn af þeim sem hefur svona verið ítt aðeins út á jaðarinn eða mjög langt út á jaðarinn og hinsegin fræði í þessum hópi, fötlunarfræði og erlendis eru fræði sem heita African American Studies, Indian American Studies
og sko þar sem að verður að skoða þessi hópa sem að ekki hafa hefðbundi verið innan háskólans. Og þá verið að skoða svona, hvers vegna þau falla ekki innan, þú veist, þessa venjulega samfélags, svona innan gæsalappa eða... Sko það meira verið að skoða af hverju samfélagi hefur ekki gert ráð fyrir öllum. Já, einmitt. Það nú eiginlega frekar. Og það kannski bara næsta spurning, af hverju hefur samfélagi ekki gert ráð fyrir öllum? Já, það vegna þess að þeir sem hafa stýrt samfélaginu og setið á toppnum sko aldir eru kallar. Svona hvítir í okkar vestrana heimi, svo ég tala hann. Það hafa verið hvítir, velmenntaðir, millistjættar, gagnkynhneigðir, ófallaðir karlar. Og það bara ekkert ægilega langt síðan að konur fengu að fara inn í háskóla. Og þá voru það náttúrulega, þannig að það má segja það að þetta svona baráttu fræði, eða þessi fræði einkennast af baráttu fyrir sýnileika fólks ákveðna samfélagshópa sem hafa verið jaðarsettir og því að fræðin sinni öllum. Því að fræðin hafa þessir hvítu kallar sem ég nefndi áðan, þeir hafa ekkert ægilega mikið verið að skoða falla fólk eða konur eða hinsegin fólk, þeir hafa náttúrulega bara... Það hafa kannski ekki að hafa forsendurnar eitthvað neginn til þess. Nei, þeir hafa auðvitað fræðin sem að hafa þróast hefðbundið einkennast mjög af þeim sem að hafa þróað fræðin út frá sínum skilningi og sinni stöðu í samfélaginu. Já, áhugavert. Nú eru þessir hópar, þú talar alveg svona þessa virkilega jaðarsettu hópa og einhvern veginn kannski fyrir almenning þá erfitt að ímynda sér að einhver innan í okkar samfélagi svona við, þessi sem eru með mitt hvít og ófötluð að það séu til hópar sem séu svo jaðarsettir að við bara vitum eiginlega ekkert af þeim. Er þetta raunin hér? Já, ég get nú bara til dæmis nefnt einn hóp sem að er svona bara mjög aktuelt að nefna núna sem er mjög ósýnilegur. Það eru flóttafólk og innflytjendur sem er fatlað fólk sem að hafa stríð er fjöldaframleiðsla af fötluðu fólki. Það er bara þannig. Og auðvitað er meðal fólk sem er að rekjast undan stríði er fólk sem að annarkvort hefur fatlast í þessu stríði orðið bara andlega og líkamlega eða þetta er fatlað fólk sem á mjög erfitt að bjarga sér í sínu heimalandi við stríðsaðstæður og áreindar mjög erfitt með að vera á flótta. Við sáum aðeins hann Jason og það var og svona, kannski okkar frægasta mál og kannski það sem að opnaði augu fólks fyrir því að til væri flótta fólk sem á undan hún var náttúrulega sýrlensk fjölskylda sem var flutt til Grikklands. Þannig að þetta hefur aðeins komið upp hér fyrir svona, en þetta er hópur sem er mjög lítið vitað sem á mjög erfitt með að tala sínu máli. Þannig að en meðal fatlað fólks er auðvitað líka rosalega fjölbreytileiki. Fatlað fólk eru kallar konur og alls konar kynsegin og alls konar hinsegin og með mjög margvíslega svona líkamlega einkenni sem oft eru kallar skerðingar og sumir hafa gerandaráskoranir, aðrir eru hreyfihamlaðir, sumir eru heyrnarskertir og aðrir eru erfitt með að sjá og sumir eru á einhverfurofni. Þannig að við meðal hópsins sem að við kallum fatlað fólk er miklu meiri fjölbreytileiki en meðal þess hóp sem að kallast ófallað fólk. Þannig að þetta er alveg rosalega áhugaverður hópur og gaman að vera í þessum hópi. Og núna ætlum við að reyna að sýna þennan gera þetta sýnilegt, Já.
Nú man ég eftir listan landamæra og svona, það hafa nú svona sprottið upp einmitt svona tilraunir til þess að flétta list og menningarlífið inn í og svona reynslu heimfallara saman einhvern veginn. Þessi hátíð, hún einhvern veginn frábrugðin list og landamæra eða hvernig eða er þetta eitthvað svona Sko, list án landamæra það sem er svona líkast því sem við erum að gera með þessari hátíð sem við köllum uppskeru. Því að við erum að sýna uppskeruna á þessum 20 árum. Það hefur þó að sé mjög margt sem að þarf að breytast og gera betur í málefni fatlaðs fólks. Þá hefur mjög margt breyst á þessum 20 árum. Og við viljum bara draga fram þessa uppskeru og sýna hana. En uppskera líka svona að skera upp og skoða bakvið. Þannig að þetta hefur svona tvöfalda merkingu í okkar huga. Þannig að varðandi þáttöku fatlaðs fólks í listum og menningum svona í þessum megin straumi að þá upp á síðkastið hefur verið mikið meira það hefur verið mjög jákvæð breytingar bæði Þjóðleikhúsið og Borgarleikhúsið og Listahátíð Reykjavíkur og fleiri hafa núna tekið upp stefnu inngildingu sem að inngilding þýðir það að allir fái að vera inni og vera með og það hefur verið bara mjög jákvætt. En hvernig eins og með skólana, eins og með háskólana, nú kemur og bara menntaskólana, nú kemur alltaf upp annars lagið svona umræða einmitt svona slæmt aðgengi fatlaðs fólks að bara námsbrautum þá sem að, bara þessum almennu námsbrautum sem að eru í skólanum. Það ég get bara sagt að ég fatlaða konu sem að var virkilega ósátt við það þurfa að fara á svona sérstaka svona sérdeild sérnámsbraut, já. Er þetta eitthvað svona breytast eða hver þín skoðun á þessum þessari aðgreiningu? Já, þetta náttúrulega þessi apartheid hefur verið aldrei ríkjandi skólarnir eru að reyna að gerast besta en hins vegar þetta mikil barátta að fólk sem fer inn á sérnámsbrautirnar í framhaldsskólanum útskrifast með einingar sem eru minna virði en venjulegir menntaskólanemendur útskrifast. Þannig að þessar einingar veita ekki sjálfkrafa aðgengi til dæmis að listaháskóla. Og það mikil barátta núna meðal fatlaðra listamanna og fatlaðs fólk sem vill leggja list fyrir sig að fá aðgang að listnámi og það hefur ekki verið leyst því miður. Nei. Ég bara vona að ný ríkisstjórn taki þetta upp og reyna að leysa þetta. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega ósanngjarnt að þú farir í gegnum menntaskóla á einhver svona sérprogrammi og fáir ekki fullgildar einingar. Nei. Þannig að þú situr föst. Já, þá annarkvort einmitt eitthvað að í náminu eða þessari aðgreiningu. Sko, ég ætla ekki að úttala mig það hvað nákvæmlega þarna en við þetta þurfum við að leysa. Og bara það sést best á þessari lista og menningar og fræðahátíð sem að við stöndum að núna hvað það mikil sköpunarkraftur og sköpunargleði og ný sjónarhorn og bara ný sýn á alls konar hluti sem að þessi hópur eins og hann nú fjölbreyttur hefur fram að færa og mér finnst bara Ísland að missa af þessum mikilvæga bara mörgum snillingum hópi inn í okkar listasenu en sko það að verða opna núna og ég bara mjög vil hæla sko leikhúsunum fyrir að taka þessar sýningar eins og Taktu flugi baby og Fúsa og fleiri þannig að bara halda þessu áfram því að þarna
þarna bara, þetta eru sko sýningar sem að engin annar hefði geta gert. Nei, og alveg stórkostlegar og hafa vakið heilmikla lukku. Fúsi hefur fengið mörg verðlaun. En ég bara endur taka það sko, maður hlær og maður grætur og þetta svo yndisleg og einlæg, falleg og rífandi sýning að ég hef einlega valla upplifað annað eins. Þannig að ég bara, þau eru að sýna núna á Akureyri. Þannig að bara ekki missa að því og ef að þið viljið sjá brot, komið þá í Hörpuna. Það frítt inn í Hörpuna en fólk þarf að sækja sér miða á tix.is fyrir 0 krónur og ástæðan fyrir því að fólk þarf að sækja sér miða svo að við verðum að hafa einhverja hugmyndum hversu margir koma, við þurfum náttúrulega að undirbúa salinn og við þurfum að undirbúa léttar veitingar undan þar sem að fólk fær eitthvað að borða, eitthvað fingramat og drykki og við verðum að hafa einhverja hugmyndum það hvort að við fáum sko 200 eða 300 eða eitthvað, hvað það nú er. Og þú hvetur auðvitað alla til að mæta, ekki bara aðstandendur fatlaðra og fatla fólk, heldur bara allt fólk. Öll velkomin og ég vil taka fram sérstaklega að við höfum passað mjög vel upp á allt aðgengi, þannig að þess vegna frítt inn, þannig að það á ekki að stoppa neitt að ná sér með það. Og síðan þetta verður sviðslistasýningin og svona ávörpin þarna fyrir framann í opnuninni. Þetta verður táknmálstúlkað. Það mjög gott aðgengi fyrir fólk sem nota hjólastóla í Hörpu. Það verður þarna skynvænt rými sem að fólk getur farið og ef það þolir ekki sko mikið þetta áreiti, getur að farið afsíðis og fengi afdrepp. Já, svona núlstilt sig bara. Já. Og þarna og sviðslista atriðin verður öll sjónlist fyrir fólk sem að með skerta sjón eða blind. Þannig að við höfum lagt mjög mikið upp úr því að gæta þess að þetta sé aðgengilegt fyrir öll og það hægt að finna upplýsingar alla hátíðina inn á vef Háskólans hi.is/uppskera og dagskráin öll á aðgengilegu máli bæði á íslensku og ensku. Þannig að þetta svona aðgengil, við leggjum mikla áherslu á það. Það engin afsökun. Nei, það engin afsökun. Og við höfum sko rekið okkur að það að þó að fólk þurfi ekki sérstaklega aðgengilegan texta, þá finnst fólki best að lesa aðgengilegan texta því hann stuttur, einfaldur og nýtmiðar. Einmitt, þetta hendar nú á ég unglingsstúlku og svo ég sjálf auðvitað líka, maður alltaf í þessum stuttu myndböndum og svona og nú stuttur nýtmiðar texti einhvern veginn orðið svona það sem að maður leitar í að því að hitt tekur svo langan tíma. Já. En svo þetta bara auglýst á samfélagsmiðlum og þetta verður á strætóskýlum líka síðan vikuna fyrir og við erum að vinna í því að setja eitthvað á TikTok. Við erum sko, þegar við nefndir ungling þá að við erum með ungling úr þessum hóp sem að sko algjör TikTok snillingur sko, þannig að við ætlum að reyna að sko ég kann ekki þetta á TikTok sko, en við höfum, þetta sýnir breiddina í hópnum og í stýrihópnum fólk frá Háskólanum, ég og Hanna Björg Sigurjónsdóttir sem formaður námsbrautar í fötlunarfræðum og það formaður Þroskahjálpar Unnur Helga og formaður Öryrkjabandalagsins Alma Ýr og listrænt stjórnandi Margrét Nordal. Við erum í stýrihópnum en það mjög stór hópur fræðafólks, listafólks, samtaka fatlaðsfólks sem að standa að þessu. Einlega bara nánast flest samtök fatlaðsfólks bara á landinu sko. Doktor Rannveig, er það ekki rétt hjá mér? Traustadóttir emeritus við Háskóla Íslands í fötlunarfræðum. Þakkaði kærlega fyrir að koma hérna og segja okkur frá þessum skemmtilega viðburði og svona stikla á stóru fötlunarfræði og inngildingu í samfélaginu. Þetta auðvitað bara mikilvægt og mikilvægt mál og við hlökkum til að fylgjast með ykkur á hátíðinni.
fortíðinni og bara svo í framtíðinni. Já, þakka þér fyrir, það var mjög gaman að koma hingað og það eru sko hérna næri 20 viðburðir þannig að margt fleira sem að væri mjög áhugavert að segja frá. Og þaðan skulum við setja punkt og ég þakka ykkur kærlega fyrir sem áhlýtuð og horfðuð á okkur hér í kvöld. Pétri Fjellsteð fyrir útsendinguna og mínu góða samstarfsfólki og öllum viðmælandum kvöldsins fyrir samveruna. Ég minni á að hægt að gerast áskrifandi á samstöðin.is og þar með getið þið orðið með og styrt þetta góða verkefni sem að við erum með hér í gangi. Takk fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.